Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands tilkynnti við þingsetningu í dag að hún hygðist ekki gefa kost á sér til endurkjörs á næsta kjörtímabili. Í viðtali við Stöð 2 í dag útilokaði Davíð Oddsson forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokks ekki framboð sitt til forsetakjörs á næsta ári. Alþingi Íslands 120. löggjafarþing var sett í dag. Þingforseti leggur til að þingsetning verði framvegis haldin á Þingvöll. Mótmælaöldur hafa risið allan heim eftir að Frakkar gerðu aðra kjarnorkutilraun sína á þessu hausti í Suður-Kyrrahafi í gærkvöldi. Umfangsmikilli leit haldið áfram að 14 ára gamalli stúlku sem hvarf af veitingastað í Vestmannaeyjum aðfaranótt sunnudags. Tala látinna eftir snarpan jarðskjálfta í Tyrklandi í gær er nú komin í 63 menn. Að minnsta kosti 200 slösuðust og heilu hverfin hrundu til grunna. Skipverjar á Kolbeinsey fengu hluta úr kolólöglegu trolli í veiðarfæri sín í Smugunni þaðan sem togarinn var að koma. Möskvastærðin er örsmá. Og stjórnvöld ásamt bændaforystu vörðu í dag nýgerðan búvörusamning sauðfjárbændum að líkindum fækkum 200 með tilkomu samningsins. Gott kvöld. Við byrjum niður við Austurvöll. Frú Vigdís Finnbogadóttir lætur af embætti forseta Íslands á næsta ári eftir 16 ára setu. Hún tilkynnti í dag og hún yrði ekki í framboði í kosningunum í júní næstkomandi. Davíð Oddsson forsætisráðherra útilokar ekki framboð. Eiríkur Hjálmarsson. Eftir vangaveltur undanfarna mánuði áframhaldandi setu frú Vigdísar á forsetastóli, nú síðast á meðan heimsókn Finnlandsforsetastóð, tók forsetinn af öll tvímæli við setningu Alþingis í dag. Í síðasta sinn á þessu kjörtímabili hef ég nú sett Alþingi Íslendinga. Á þeirri stund þykir mér við eiga að tilkynna þingi og þjóð að ég mun ekki gefa kost á mér til endurkjörs í embætti forseta Íslands. Yfirlýsingin kom flatt upp á suma þingmenn. Þessi ákvörðun kom að nokkru leyti á óvart og ég er kannski ekki alveg viss að ég sjálfur eða þjóðin sé sátt við þessa ákvörðun því að Vigdís hefur verið óvenju farsæll forseti og ég hefði gjarnan viljað sjá hana sitja áfram í embætti. Og síðan má líka segja Vigdísi að hún hefur kannski verið sérstaklega stolt okkar kvenna hér í þjóðfélaginu og langt út fyrir landsteinina raunar því að hún hefur rutt brautina og sýnt að konur geta tekist á við æðsta embætti þjóðarinnar með miklum sóma eins og hún hefur gert. Vigdís hefur staðið sér frábærlega vel í sínu starfi og verið góður fulltrúi Íslands, bæði hér heima og á erlendri grund og það sýnir okkur hvað það er mikilvægt að konur gegni sem flestum áhrifaembættum í okkar samfélagi og ég vildi gjarnan sjá aðra konu taka hennar stað. Forsætisráðherra vissi af ákvörðun Vigdísar fyrir nokkrum dögum en hún var kynnt ríkisstjórninni í morgun. Langar þig á Bessastaði? Nei, ég hef ekki tekið neina slíka afstöðu eða ákvörðun. Ég er að sinna starfi sem ég líka vel í og vona að ég geti haldið því starfi áfram. Þannig að þú verður vart í framboði í vor? Ég er ekki að tilkynna framboð hér og nú en ég er í öðru starfi sem ég vona að ég fá stuðning í áfram. Ertu ekki að aftaka það að þú bjóðir þig hugsanlega fram? Mér finnst ekki viðeigandi á þessum degi að menn sé að ræða framboð. Forsetinn á eftir að kynna sína afstöðu á blaðamannafundi og ég er í mjög þýðingarmiklu starfi og gegni því með mikill ánægju. Það var svo klukkan 4 í dag að frú Vigdís Finnbogadóttir boðaði blaðamenn á sinn fund hér á Bessastöðum, setrinu sem hún segir skilið við á næsta ári eftir 16 ára setu. Vigdís var glaðleg og hress í bragði á fundinum í dag og í ávarpi í upphafi fundarins þakkaði hún þeim sem hafa skorað á hana að gefa kost á sér. Ég lít svo á að ég hafi unnið þessari þjóð af heilhug og heilindum í þessi ár og ég hef þokað nokkuð áfram þeim málum sem að mér voru efst í huga í upphafi kjörtímabils og ég er enn á góðum járnum svo að mig langar nú kannski til þess að vinna að öðrum verkefnum líka. Getur þú kannski eitthvað upplýst okkur það hvaða verkefni þetta eru sem að þú hyggst taka þér fyrir hendur á næstu árum? Ég hef mikinn áhuga á margmiðluninni og langar til að líta til framtíðar og skoða hana vel og fleyta henni áfram sem að ég hygg að ég geti gert betur sem einkaaðili hafandi áður gegnt þessu embætti en
í þeim erli sem að ég bý við embættisstörfin. Embættisstörf frú Vigdísar sættu nokkurri gagnrýni fyrir nokkrum vikum í tengslum við Kína heimsókn hennar. Hún segir sér hafi verið lögð orð í munn og þau mistúlkuð í fjölmiðlum. Það særði mig vegna þess að það er svo sérkennlegt að, ekki sérkennlegt, það er mjög algengt að menn falli í þá gryfju að halda að næsti maður sé vitlausari en maður sjálfur. Og almenningur er missáttur við ákvörðun Vigdísar. Mér finnst alltaf að hún takk sér í hlé. Mér er samt líka hún sem forseti, en allt til að ykkur aðri fá að spreyta sig. Mér finnst það eðlilegt. Hún er búin að vera lengi og gera góða hluti í mörg ár. Hún getur fengið eitthvað illt. En ég er alveg sammála. Mér finnst hún hafa staðið sig mjög vel og ná alveg skilið að fá hvíld núna. Það er vont mál. Þú ert óánægð með það? Já, hún er rótgróin í þessu kona, sko. Ætti að vera áfram? Illa. Ég vildi gjarnan hafa Vigdísi sem forseta áfram. Ég held að verið vandfundin annar eins fulltrúi. Hún er ákaflega vel menntuð og vel gefin, kemur mjög vel fram. Það er það sem við þurfum. Allir sem fréttastofan hefur haft talað í dag eru sammála það að skarð Vigdísar Finnbogadóttur í embætti forseta Íslands verður vandfyllt. Og á þessum tæpu 16 árum síðan hún tók við hefur uppvaxið heil kynslóð Íslendinga sem ekki þekkir annað en konu á forsetastóli. Sigmundur Ernir hefur verið að blaða í gegnum tæpra 16 ára sögu Vigdísar á forsetastóli nú í dag. Vigdís Finnbogadóttir lætur af embætti mitt næsta ár eftir rétt 16 ára á forsetastóli. Hún hefur notið mikillar lýðhylli öll þessi ár, verið vinsæl og virt af verkum sínum, sem hefur ekki síst birst í viðtökum landsmanna þegar hún hefur heimsótt þá til sjávar og sveita. Vigdís hefur og mætt einstakri hlýju og vakið athygli á ferðum sínum erlendis, ekki síst fyrir þá staðreynd að hún er fyrsta konan í heiminum sem kosin er forseti af þjóð sinni. Davíð Oddsson forsætisráðherra sagði í fjölmiðlum í dag að þjóðin hefði fundið vin í Vigdísi. Hún hefði öll sín embættisár átt samleið með þjóð sinni og verið henni til framdráttar hvar sem hún hefði farið. Vigdís stóð á 50 þegar hún bauð sig fyrst fram til forseta Íslands árið 1980. Hún sigraði helsta keppinaut sinn, Guðlaug Þorvaldsson, með naumum mun. Að einu kjörtímabili loknu var hún sjálfkjörin en sigraði í forsetakosningunum 1988 með fádæma yfirburðum, hlaut næstum 93% atkvæða móti fáum prósentum Sigrúnar Þorsteinsdóttur, en var Vigdís sjálfkjörin árið 1992. Margir byggust við því að Vigdís myndi sækjast eftir endurkjöri 5. kjörtímabilið, en í dag tók hún af skarið og boðaði starfslok sín í embætti. Megin áherslur í embættisverkum Vigdísar á undanliðnum hálfum öðrum áratug hafa verið málrækt og skógrækt sem og rækt þjóðarinnar við æsku landsins. Hún hefur og haldið sérstöðu Íslands og Íslendinga hátt á lofti hvar sem hún hefur farið og jafnan lagt áherslu á ríkulegan menningararf þjóðarinnar í ræðum og riti. Í starfi sínu sem æðsti embættismaður Íslands hefur hún verið víðförul, innanlands sem utan og hitt flesta merkustu þjóðar og trúarleiðtoga heims, þar á meðal Ronald Reagan Bandaríkjaforseta og Mikhail Gorbatsjov Sovétleiðtoga fyrir 9 árum. Hún tók á móti Jóhannesi Páli Páfa öðrum á Bessastöðum sumarið 1989, Elisabetu II Englandsdrottningu ári síðar, François Mitterrand Frakklandsforseta sama ár, Richard von Weizsäcker Þýskalandsforseta árið 1992 og svipað leyti Haraldi Noregskonungi. 2 árum síðar var hún og gestgjafi Beatrixar Hollandsdrottningar. Vigdís hefur á embættisferli sínum farið hátt á 2 tug opinbera heimsókna til útlanda, en sjálf hefur hún sagt að hvergi hafi sér liðið betur á ferðum sínum en einmitt heima, á ferðum sínum innanlands, heima hjá sínu fólki. Alþingi Íslendinga var sett í dag.